Sú þjóð í myrkri gengur sér mikið ljós. Dýr sé Guði. Dýr sé Guði föður, syni og heilögum anda. Svo sem nú var frá upphafi, Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Lúkas. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gætt nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu, og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu, dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Svörtu,
Biðja. Drottinn Guð, þú sem hefur lýst upp þessa heilugu nótt með ljóma hins sanna ljós. Við biðjum þig, gefa við megum skynja leyndardóm þess hér á jörðu. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Og gleðilega hátíð, kæru vinir nær og fjær. Já, hún loksins gengin í garð, þessi undursamlega hátíð. Hátíð ljós og friðar, hátíð frelsarans. Henni var ekki frestað þrátt fyrir allt. Ég hugsa að margir hafi einhver tíman á þessari aðventu hugsað, ef ekki bara sleppa þessu, fresta jólunum í ár. Kannski í miðri PCR eða hraðprófsröð, kannski í rúllustiganum í Kringlunni, bugast af stressi, kannski af því að þú liggur á sjúkrahúsi eða dvelur á sóttvarnarhóteli, kannski af því það of mikið að gera og mikið vesen einhvern veginn að halda jól í ár, eða af því að þú ert fjarri ástvinum þessi jólin, eða því að það allt of stutt síðan einhver þér kær hvatti þennan heim. Vegna þess að jólin verða ekki alveg eins og þau eiga að vera. Við tölum oft að jólin séu tími hefða og íhaldssemi. Við viljum hafa ákveðna reglu á hlutunum til þess að finna örugglega að jólin séu komin. Fyrir mörgum árum síðan var ég stödd á rauðu ljósi á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu þegar kirkjuklukkurnar í Dómkirkjunni hringdu inn jólin. Ég var með útvarpið á og hafði verið að fara með síðustu gjafirnar. Allt hafði verið á síðasta snúning. Þá hringdu þau inn og mér langaði allt í einu að vera í sveitinni hjá afa og ömmu, pappa og mömmu. Fara svona 10 ár aftur í tíman. Mér fannst eitthvað svo skrítið allt í einu að ég væri að hamast við þetta sjálf. Þetta voru kannski ekki almennileg jól hjá mér. En samt voru mörg ár síðan ég hafði verið í sveitinni hjá ömmu og afa. Pabbi og mamma voru flutt í bæinn, amma mín var nýlega látin og ég hafði haldið jól í mörg ár með minni fjölskyldu. Og mér langaði líka að vera þar, heima hjá þeim á þessari stundu, faðma þau og óska þeim gleðilegra jóla, en ekki í umferðinni. Þetta átti ekki að vera svona. Ég ætla að lesa aðeins áfram í Guðspjallinu frá því að englarnir sögðu dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Því næst segir, þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir á milli sín. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir þeim frá því sem þeim hafi verið sagt barn þetta. Þetta hefur örugglega verið ótrúleg upplifun og hirðarnir hafa örugglega ennþá verið í áfalli yfir ljósinu sem lýsti upp næturhiminin. Það væri ekki annað en eðlilegt. Eftir að sjá og heyra engil ávarpa þá og himinin fyllast af himneskum herskurum. Kannski hafa þeir verið að flýja staðinn sem þeir sáu þessa undarlegu sýn. Þegar englar Guðs ruddust inn í líf þeirra, rufu næturkyrrðina og rútínu hversdagsins. Kannski hefur þeim bara langað til að flýja, sleppa því að hitta þetta ókunnuga fólk og barnið þeirra. En sem betur fyrr voru þeir svo elskulegir að fara til Betlehem, hlýða þessum undarlegu verum og þrátt fyrir að hjartað hamaðist örugglega í brjósti þeirra, segja Maríu og Jósef frá því sem þeim hafði verið sagt. Það ekkert sjálfsagt og dálítið magnað að þeir hafi brugðið svona fallega við. Guð bókstaflega riðstýr í líf þeirra. Hvað gerirðu þá? Hvað hefur þú gert? Við vitum það ekki að sjálfsögðu. Ég veit ekki hvað ég hefði gert. Hvað gerir fólk þegar engill birtist og biður þig að gera eitthvað?
krefur þig að taka þátt í gleðinni og fögnunum sem fylgir því að barn fætt og lagt í jötu. Segir þér að Guð hafi gerst manneskja, lítið barn. Ef við lesum enn lengra í Guðspjallinu, segir: og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi þetta allt í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Já, hvað gerum við þegar kærleikur Guðs ryðst inn í líf okkar? Hvað rétt að gera þegar við vitum að Guð með okkur? Þegar við höfum séð ljósið fylla næturhiminin og heyrt gleði boðskap. Stundum þurfum við bara að segja já og amen. Stundum krefst kærleikurinn þess að við förum á stað, mætum á staðinn til þess að sjá þetta kraftaverk. Látum aðra vita að við getum verið óhrædd. Guð í heiminum, Guð með okkur. Guð þetta litla barn. Barnið sem stækkaði svo og fór heiminn og varð ekki þessi konungur sem að fólki bjóst við, heldur svo miklu meira. Stundum krefst kærleikurinn þess að við gerum eitthvað ennþá meira og stærra en fólk býst við. Að við réttum hjálparhönd, tökum afstöðu með minnimáttar, gefum fátækum mat. Höldum áfram verki hans hér á jörðu. Veitum sorgmæddum huggun, kúuðum réttlæti, greiðum leið fyrir kærleika Guðs á óvæntustu stöðum. Stundum krefst kærleikunum þess að við hugleiðum hann og geymum fögnuðinn í hjarta okkar eins og María gerði. Jólin koma til okkar í svartasta skammdeginu, þrátt fyrir allt sem í gangi í kringum okkur. Stundum erum við ekki tilbúin fyrir komu þeirra, en stundum erum við það. Stundum erum við á röngum stað eða bara ekki tilbúin andlega fyrir þessa helgu hátíð. En þeir koma samt sem betur fer. Þó svo að við reynum að fresta og flýja. Ljós og kærleikur Guðs alltaf til staðar. Kærleikurinn einmitt eins og ljósið sem finnur sér leið þrátt fyrir svartasta myrkur. Jólaljósin lýsa upp skammdegið og bjöllurnar hringja inn jólin. Jól á sjúkrahúsum og sóttvarnahótelum. Jól á heimilum þar sem að fólk ekki undirbúið. Jól í skugga erfiðleika. Jól í húsi sorgar. Jól meðal hirða út í haga. Jól í fjárhúsi. Friður Guð sem æðri öllum skilningi, varviti hjörtu okkar í Kristi Jesú. Amen. Takk í postulegri blessun. Náðin drottins voss Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með okkur öllum. Amen. Din stjärnan blikar vida
Við skulum biðja. Drottinn Guð, gjafari allra góðra hluta og upphaf gleðinnar, með fæðingu Jesú barnsins sendið þú bjartan geisla inn í myrkur jarðar. Gefa þetta ljós lýsi einnig hjá okkur. Láta geisla í öllu sem við gerum, svo við megum tigna þig og tilbiðja að eilífu. Jesús, þakka þig fyrir að vera okkar leiðarljós og vonarstjarna á erfiðum tímum. Þú sem ert okkar besti vinur sem leiður okkur áfram og ýtir við okkur ef við erum við það að hrasa eigin bresti. Hjálpaðu okkur að vera í þinni mynd og miðla þínum kærleika. Varveit og blessa þjóð okkar og landið, blessaðu forseta okkar og ríkisstjórn og gefðu að það verði sátt og friður málefni þjóðarinnar og að þau stýri málum okkar á farsælan og friðsælan hátt, svo að við fáum að lifa áfram í réttlátu og frjálsu þjóðfélagi. Við biðjum fyrir fólki sem í stríðshrjáðum löndum og á flótta frá eigin heimalandi. Viltu gefa þeim skjól og þau fái lausn á sínum málum og eignast heimili. Hjálpaðu ráðamönnum að stýra þeirra málum í farsæla farveg. Við biðjum fyrir öllum þeim sem eiga við sjúkdóma eða erfiðleika að stríða, öllum þeim sem syrgja og sakna. Við biðjum fyrir öllum sem eru einir og einmanna og eiga við fjárhagsörðugleika að stríða. Við biðjum fyrir þeim sem hafa orðið fyrir barðinu á heimsfaraldrinum og að við fáum að sjá fyrir endan á honum. Við biðjum fyrir heilbrigði starfsfólki öllu og öllum þeim sem að glíma við faraldurinn. Gefðu að þau finni öll fyrir návist þinni og kærleika og umvefðu þau í ljósi þínu og gefðu þeim von. Blessa þú alltaf góða fólk sem sinnir björgunarstörfum, hjálparstarfi og öðru sjálfboðastarfi. Þakka þér fyrir þeirra óeigingjarna starf. Blessa þú öll þau sem eru á faraldsfæti og fjarri heimilum sínum og ástvinum hátíðarnar. Blessaðu fjölskyldu okkar og gefðu að við megum öll eiga gleðileg jól hvar sem við erum stödd í heiminum. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem þú hefur kennt og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldurnautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið,
mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Að kveldi dags skulu þér vita að Drottinn kemur. Lát mína bæn vera flutta fram fyrir þig sem reykelsi. Mín lofar Drottinn og minn andi gleður sig í Guði frelsara vorum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.
Kæri söfnuður, gleðileg jól. Ég þakka Jónasi Þóri, Kammerkór Bústaðakirkju, séra Evu Björk Valdimarsdóttur, séra Maríu Ágústsdóttur, Hólmfríði Ólafsdóttur djákna. Ég þakka Jóhanni Friðgeir Valdimarssyni einsönginn, Gunnari Kristni Óskarssyni trompetleikinn. Gleðileg jól öll, gleðileg jól.